Jæja, nú er komið af switch setningunum. Þetta eru skilyrði setningar eins og if og eru notaðar þegar við vitum fyrirfram hvaða valmöguleikar eru í boði. Og við skoðum hérna. Í switch virkar þannig hægt að velja einn af mörgum möguleikum sem kallast case innan blokkarinnar. Viðkomandi case inniheldur síðan þær skipanir sem framkvæma á og enda með break. Og nú ætlum við að skoða dæmi hérna næstu glæru. Hérna sjáum við að við erum með einhverja breytu og hún hefur innihaldi 1. Og svona lítur switch setningin út. Byrjar hérna, endar hérna. Hérna er valmöguleiki 1, 2 og svo erum við með default hérna. Ef að innihaldið í breytunni case switch er 1, þá kemur þetta hérna út, þessi lína, og svo kemur break og við hoppum út úr lykkjunni. Ef að 2 væri valmöguleikin, þá myndi þessi hérna case setning keyra upp og case 2 kemur út. Ef við veljum ekki 1 eða 2, þá förum við í default og þá kemur hérna default case og break þýðir að við hoppum út úr lykkjunni. Eins og við sagt hérna að ef að ekkert case passar við það sem er slegirinn, þá er farið í default línuna. Við notum switch þegar eitthvað gildi er jafnt og eitthvað og ef það er fyrirfram ákveðið þar sem notandinn á að slá inn, til dæmis eins og valmynd. Mjög oft nota þar og mörgum finnst þessi lykkja líka mjög skemmtileg. Hérna sjáum við bara málskipan, switch, hérna sendum við breytu inn og hérna er case 1 og hérna er gildið 1 sem kemur þá 2, 3 og svo kollakolli, eins mörg og þið viljið. Eitt sem skiptir máli hérna er að eftir case er alltaf tvípunktur og eftir break er semikoma. Þetta er mjög algeng villa að klikka á, svo hérna, að setja semikomi hérna þegar maður svo vanur því. Hérna getið þið séð myndræna framsetningu, hérna er aftur myndrænt og svo er hérna einn munur að það fyrir eftir hvort að við erum með tagið int eða stringtagið. Ef við erum með streng þá þurfum við alltaf að vera með gæsalappir fyrir utan. Ef við erum með int þá sleppum við því, alveg eins og í if setningunum. Hérna sjáum við alveg bara kóða, fullgildan kóða. Þetta er sýnidæmi. Þarna eigum við að slá inn tölu og við eigum að athuga hvort á hún sé 1 eða 2. Og ef við slæðum 1, þá fyrir 1 inn í breytuna innsláttur. 1 er hérna og svo athugar hún. Er innihaldið 1? Já, þá valdi ég töluna 1. Er innihaldið 2? Nei, innihaldið er ekki 2, af því ég valdi 1. Og þá bara fer hann hingað og hoppa svo út. Finnur viðeigandi skilyrði og hoppa svo út með break. Þannig ef ég sló inn 10, þá fer hún í default case sem er hana neðst, af því ég valdi hvorki 1 eða 2. Og break þýðir að hoppa út úr lykkju. Og muniði hérna, skoðu þetta vel, og við þurfum að hafa tvípunkt fyrir aftan öll svona casein okkar. Þetta var dæmi með int heiltölu breytu og nú skulum við skoða dæmi með string. Við sláum annarkvort inn bókstafinn A eða B og þetta hérna kunniði og hérna notum við to-upper aðferðina að við setjum stafinn sem notandinn sló inn í stóran staf. Þið munið kannski einhverju síni dæmi. Í if þá notum við to-lower, þá setjum við innihaldið í litla stafi í minninu. Þetta setur í stóra stafi. Og hérna erum við með streng. Þannig að þess vegna gerum við gæsalappir fyrir utan casein. Það þýðir að við erum með streng. Þannig hérna kemur ef ég vel bókstafinn B, slæ hann inn, þá fyrir við í þetta hérna case að við B er sama og innihaldi sem er þá í innslátturbreytunni. Þá kemur þú valdi bókstafinn B, B er bestur.
ef við slóum inn D þá fyrir við henni default að því D passar ekki við A og D passar ekki við B og þá fyrir við default og þá kemur þú valdir ekki réttan staf, það er að segja A eða B. Við getum líka haft svona. Finnst þið gaman í C#? Já, nei eða kannski. Hérna nota ég to lower til að breyta innslættinum frá notandunum í litla stafi í minninu eða það sem myndi standa þá í inntakbreytunni. Þannig ef hann gerir já eða kannski þá skrifast út frábært. Og svo hoppum við út úr lykkjunni. Ef hann segir nei þá kemur leiðilegt. Ef hann gerir ekkert af þessu þrennu þá fyrir við default og skil ekki það sem við slóst inn og hoppum út úr lykkjunni. Og sama hérna þá erum við þá erum við með tölu og hérna erum bara þá ef við sláum við 0, 1 eða 2 þá kemur lítiltala, 3, 4 og 5 þá kemur miðlungstala út, ef við slá ekki neitt annað inn eða 6 eða herra þá fer hérna í herri tala. Og vonandi var þetta eitthvað til að koma ykkur á sporið. Takk í dag.